Næst þá ástand umhverfisins. Kristín Linda Árnadóttir, forstjóri Umhverfisstofnunar, ætlar að fara yfir það með okkur. Gjörðu svo vel. Jæja, ágæta samstarfsfólk á Umhverfisstofnun, samstarfsfólk í öðrum stofnunum, ráðuneyti og aðrir fundargestir. Það virkilega ánægilegt að vera komin hér og vera með svona fullan sal af fólki. En ég vil bara benda þeim sem eru að koma inn, bara endilega setjast hérna fremst. Það stendur eitthvað svona fráteki en við tökum ekkert mark á því. En allir vilja búa í heilnæmu og ómenguðu umhverfi. En við verðum að gera ráð fyrir því að borgir verði enn þéttsetnari, það verði hugsanlega þrengt enn meira líffræðilegum fjölbreytileika og minnkandi vatnsforðabrú til framtíðar. Því þurfum við að búa okkur undir ýmsa möguleika til framtíðar. Við þurfum til þess að búa okkur til framtíðar áreiðanlegar og tímanlegar upplýsingar úr vöktunum og úr rannsóknum, af því að framtíðin auðvitað hefur í för með sér marga möguleika. Við gætum hugsanlega nýta okkur kristalskúlu til þess að líta ofan í framtíðina. Ég held að dugi ekki alveg nógu vel. Þess vegna viljum við leggja áherslu á það að við söfnum saman og vöktum okkar umhverfi. En það ekki bara nauðsynlegt til þess að búa til sín til framtíðar, heldur líka fyrir þessa almennu stjórnsýslu, stefnumótun og ekki síst ákvarðanatöku. En það náttúrulega ekki framhjá því farið að á hverjum degi verðum við að taka ákvarðanir sem geta haft áhrif á hagsmuni til framtíðar. Ég vil hér sérstaklega minna á eitt málefni sem við erum að vinna núna, sem eru vatnamálin. Þar sem að fjöldi stofnana, ráðuneyta, háskólasetra að koma að heilbrigðiseftirlit að koma að á einum stað málefni sem varða vatn og með eitt mjög skýrt markmið. Það að varðveita og bæta ástand vatns. Og þetta þetta svona sem við viljum hafa hlutina til framtíðar. En við teljum líka mjög mikilvægt að koma boðskapnum út. Umhverfisstofnun hefur lagt mikla áherslu á það á síðustu árum að bæta upplýsingagjöf sína. Til að byrja með vil ég minna hérna á grænan lífstíl eða grænn.is en þar eru að finna góðar upplýsingar sem að okkar mati til þess að hvetja fólk til þess að taka upp grænan og vænan lífstíl. En auðvitað þetta dálítið mikið baráttan líka athygli fólks. Af því að ef það eitthvað sem til, það til rosalega mikið upplýsingum. Við getum öll farið inn á netið, Facebook, Twitter og svo höldum við áfram. Hvernig fáum við fólk til þess að hafa áhuga á umhverfismálum? Það auðvitað með skýrum og skiljanlegum upplýsingum. En við þurfum líka að vera að sífellt að bera það fram. Fólk hefur ekki áhuga á gömlum upplýsingum. Í sumum tilvikum vill fólk fá bara akkurat nýjustu upplýsingarnar, það sem að gerast í dag. Og á þessum vettfangi erum við líka að reyna að bæta okkur með því til dæmis að fara inn á loftgæðamælingar Umhverfisstofnunar, þar sem við erum að taka saman loftgæðamælingar allt land og þar hægt að sjá bara í rauntíma hver eru loftgæðin og á mörgum stöðum í landinu. Og með þessu vonumst við til þess að þjóna almenningi enn betur. Af því að það auðvitað það sem við erum fyrst og fremst. Við erum þjónustustofnun. Að síðustu að þá höfum við verið að leggja áherslu á umhverfisvísa. Vísa sem sýna okkur stóru myndina. Hvar vorum við, hvar erum við og vonist þannig til að geta sagt fyrir það hvert við erum að stefna. Eru þær reglur sem við höfum í dag nægilega góðar eða eru þær að stýra okkur í rétta átt? Og hér ætla ég að fara yfir nokkra vísa sem að þið hafi nú vonandi fengið með boðskortinu ykkur hingað. Til dæmis loftgæði. Þessi einfalda mynd, hún sýnir okkur ansi margt. Þið takið eftir því að við erum búin að taka allar tölur út. En það kannski ekki talan í sjálfum sér sem skiptir máli, heldur hvað það sem búið að gerast. Og hér sjáum við það á þessu tímabili að þá hafa loftgæði í Reykjavík batnað umtalsvert. En það má ekki gleyma því að ryk, það
kemur bæði til auðvitað náttúrulega en einnig af mannavöldum og þung bílaumferð auðvitað aðal orsakavaldur svifryks í andrúmslofti í Reykjavík. Og það auðvitað slit vegna nagladekkja, bremsuborða, sót og svo framvegis. En þarna má sjá hvernig hægt að ná árangri. Og þetta auðvitað það sem hvetur okkur áfram til þess að halda áfram á þessari réttu leið. En þið sjáu líka þessar línur sem koma þarna. Við erum sífellt að setja strangari og strangari kröfur. Og sumir í Evrópu hafa bent á það að hugsanlega hafi nýju loftgæðakröfurnar gengið jafnvel aðeins og langt og að borgir í Evrópu munu ekki ná þessu. En eins og þið sjáu að þá erum við á góðri leið. Losun mengandi efna, þetta er hinn svokölluðu PAH-efni, fjölhringa aromatísk kolvetni, afskaplega skemmtilegt nafn, en það myndast við iðnaðarferla og af þessari einföldu mynd má sjá að losun af þessum PAH-efnum hún eykst sífellt og það er aðalega vegna þess að þær koma til vegna framleiðslu á áli og járnblendi en einnig í flutningum. Þannig að þetta er eitt af þessum atriðum sem við verðum að huga sérstaklega vel að. Að lokum langar mér aðeins að fara hérna yfir varðandi náttúruverndina en íslensk stjórnvöld beru þetta mikla ábyrgð á að viðhalda fjölbreytni í dýra- og plöntulífi og haförnin auðvitað einn af þessara tegunda sem að þið sjáu mjög augljóslega af þessari mynd sem byrjar hérna í kringum 1870, stofninn hreinlega hrundi og í byrjun 20. aldar var algjörlega ljóst að það var að stefna í algjört óefni. Árið 1914 örninn friðaður en þessar friðunar aðgerðir þær virkuðu í raun og veru ekki fyrir en það var bannað að eitra fyrir ref. Af því að örninn fattaði það auðvitað ekki að þegar að verða eitra kjöt eða annað slíkt sem átti að fara í refin, að hann áttaði sig ekki alveg því, það vantaði skiltið, vinsamlega borðið ekki. En á þessum tímapunkti það voru ekki nema 20 arnarpör eftir á landinu, en nú í dag eru vel yfir 60 arnarpör. Þannig að hér má sjá dæmi hvernig hægt að snúa þróunin við. En við verðum líka að hafa því í huga og þið sjáu það þessum langa tíma ás að svona hlutir taka tíma og það tekur líka tíma þegar hlutirnir á leiðina niður að stoppa þá og þess vegna sýnir okkur enn betur hversu mikilvægt að hafa umhverfisupplýsingar langt fram í tíman. En mér langaði líka aðeins að tala við ykkur eftirlit. Eftirlit búið að vera mikið í umræðinni á síðasta ári og heldur áfram á þessu. Ég vil minna það að tilgangur mengunareftirlits að koma í veg fyrir óæskileg og skaðleg áhrif á umhverfi og almenning. Áður fyrr, ekkert svo mörgum árum síðan, var oft talið að mengunareftirlit væri nú kannski ekkert alveg það gáfulegasta sem mann ætti að gera. Iðnaðurinn gæti nú séð sig sjálfur, þið munið öll eftir þessu, bankakerfi gæti nú séð sig sjálft líka. En núna aðri tímar og því ber hreinlega að fagna. Og við eigum að nýta okkur þetta tímabil til þess að byggja upp eftirlit. En við verðum líka að muna eftir því að við setjum ströng mörk á fyrirtæki og við erum sífellt að reyna að lækka mörkin. Það það sem við stefnum alltaf á. Við erum að sífellt að þrengja að. Og þannig að þetta verður aldrei einfalt fyrir fyrirtæki að standa sína plikt samkvæmt lögum og reglugerðum. En það væri það skrítið eða væri einfalt. Þá værum við ekki að gera rétta hluti. En Umhverfisstofnun hefur frá árinu 2008 verið sífellt að reyna að bæta sitt eftirlit og árinu 2011 náðum við mörgum stórum svona milestones eða markmiðum. Við byrjuðum að birta eftirlitsskýrslur á netinu. Það hefur orðið veruleg fjölgun á notkun þvingunarúrræða og það verður nú farið yfir það hér síðar í dag. Við erum komið með votta bæði umhverfisgæðakerfi og almennt gæðakerfi og ég held að við séum fyrsta íslenska stofnunin sem eru með vottaði á þessum 2 sviðum. En ég vil samt minna á það að jafnvel þó að við séum komin hérna með gæðavottun og umhverfisvottun, þá erum við ekki að segja það að það geti ekki orðið mistök. Vegna þess, í eðli sínu það fólk sem vinnur hlutina, ekki satt. En þetta kerfi, ferlarnir, þau munu hjálpa okkur að finna mistökin fljótt og gera eitthvað í þau.
Og þetta finnst mér mjög mikilvægt og ég tel það dálítið hættulegt þegar menn tala það að það sé hægt að setja upp slík kerfi að það gerist aldrei neitt. En mér finnst líka mikilvægt að hafa í huga að þetta hefur tekið tíma. Þetta hefur tekið tíma, við höfum verið að byggja upp bætt og hert eftirlit á tíma þar sem líka hefur verið niðurskurður. Og það má minna á það að margar aðra eftirlitsstofnanir hafa fengið auka fjármagn til þess og mikið af fólki til þess að bæta sitt eftirlit. Það höfum við ekki verið að fá. En við höfum verið að vinna innan hús hjá okkur til þess að ná þessum árangri. En þess vegna tók það líka aðeins smá tíma og lengri tíma heldur en við höfum viljað. En hér verður ykkur ekki sleppt út án þess að ég ræða aðeins fjármuni og verkefni. Það er nauðsynlegt að efla málaflokkinn og ég fagna því nýju ráðuneyti umhverfis- og auðlindamála og tek undir orð Magnúsar að þar getur falist mörg mikilvægt tækifæri fyrir málaflokkinn í heild sinni. Ég vil minna auðvitað á það að það sem við vitum eins og allir vita að fjármagn er takmörkuð auðlind og ég tel afskaplega mikilvægt að okkar stofnun eins og allar aðra stofnanir verða að nýta sitt fjármagn mjög vel og við höfum að horfa í hverja einustu krónu. En ég vil líka koma því á framfæri að ég tel að bætt verklag og gæðakerfi hafa komið okkur ansi langt en ég tel líka að við komist nú ekki mikið lengra. Næsta skrefið hjá okkur auðvitað það að við þurfum bara hreinlega að skera niður með drastiskum hætti. En við erum bjartsýn, við erum í eðli okkar bjartsýn og trúum auðvitað ekki öðru en því að hér fari allt á betri veg. Á þessum bjartsýnis nótum vil ég minna á það að það voru 7 ný svæði sem voru friðlýst á árinu og þetta var eitt mesta framkvæmdasumar hjá okkur frá byrjun. En við viljum líka minna á það að það er ekkert nóg að friðlýsa. Það þarf líka að hugsa þau svæði sem hafa verið friðlýst. Því annars missum við trúverðuleika gagnvart þeim aðila sem við erum í díalóg við varðandi friðlýsingu svæða. Og við þurfum fleira fólk til þess að taka móti ferðamönnum, við þurfum að hafa góða innviði og ég legg áherslu á að það sé fólk sem er í heilsársvinnu. Það er mjög erfitt að reka náttúruverndarsvæði á sumarfólki eingöngu. Og þess vegna leggjum við mikla áherslu á þau að koma upp svokallari svæðalandvörslu. Að lokum vil ég bara minna á það að stór hluti okkar lífsskeiða eru háð takmörkuðum auðlindum og við verðum að breyta okkar lífsháttum. Og við getum tekið ákvörðun það að mínu mati sjálf hvort við ætlum að gera það jákvætt, virk stefnumörkun stjórnvalda, græn nýsköpun, breytt viðhorf, snjallar reglugerðir. Þetta eru svona nokkur tæki sem má telja hér upp. Eða hvort við höfum að taka þetta með neikvæðninni. Akkur get ég ekki gert það sama og ég hef alltaf gert. Þú veist, ég hef alltaf notað plastpoka og alltaf hent öllu ruslinu mínu í gegnum rennuna og svo bara hverfur þetta. Akkur þarf ég að fara að flokka. Auðvitað er hægt að hugsa þetta á þennan hátt, en það er líka hægt að hugsa þetta á jákvæðan hátt, að þarna liggja tækifærin. Og það finnst mér afskaplega mikilvægt að minna á það að framtíðin liggur dálítið líka í því að við sjáum tækifærið í þessari áskorun, ekki bara vandamálin. Hér ætlaði sýningur aðeins hvað við erum búin að gera hjá Umhverfisstofnun. Þetta er úrgangurinn hjá okkur á Suðurlandsbraut 24 og þarna má sjá að við, þrátt við höfum komin ansi langt á árinu 2010, þá hefur okkur enn tekist að draga úr óflokkuðum úrgang, enda er það orðið svo að ég held að sé bara einn staður í stofnuninni, við erum á 3 hæðum sem er hægt að fara með óflokkuðan úrgang og það er mjög lítil tunna, það stundum held ég bara einfaldar að fara með það heim, en sérstaklega mér óvíst nákvæmlega hvað að flokkast, en það er mjög mikið af sérfræðingum hjá okkur sem að geta veitt manni leiðbeiningar það, þannig að það er mjög gott. En þarna má sjá hvernig er hægt að ná árangri, jafnvel þó við höfum verið komin ansi langt á okkar mati. En að lokum bara einföld skilaboð. Stefnum á grænt hagkerfi og munum það að allar breytingar þær byrja hjá okkur. Hvort það sem sé hjá Skúla sem hér leiddi vinnuna hjá Alþingi, í græna hagkerfinu, hjá
hverjum einstaklingi sem ákveður að fara að flokka. Þetta byrjar allt hjá einstaklingi og okkar hugafsbreytingu. Takk fyrir. Já, ég þakka Kristínu Lindu fyrir fína ræðu sem var 5 mínútum og löng. Gaman að því. Þetta nú í huga að þú nefndi bremsuborða og framlag bremsuborða til svifryksframleiðslu. Ég keyrði einu sinni bremsuborðalaus í mánuð. Ég áttaði mig ekki á því að ég væri svona rosalega umhverfisvæn. En svo keyrði ég á, þannig að bróðir minn skipti fyrir mig. En ég ætlaði nú ekki að tefja fundinn. Ég ætla bara að minna ræðumenn á það að þeim eru úthlutaðar 10 mínútur og fundarstjóri verður miður sín ef dagskrá dregst fram úr hófi. Það náttúrulega bitnar á því að við þurfum að stytta kaffið og þá get ég kjaft að minna við Ásu og Boggu og Margréti Júlíu og þær sem ég er búin að hitta hér og það er ekki gott.